Já, velkomin aftur. Nú ætlum við að ræða út frá morðinu á Charlie Kirk í Bandaríkjunum. Ætlum að reyna svona að meta hvaða afleiðingar það hefur og inn í hvaða, hvers konar stjórnmálaumræðu morðið getur kveikt í. Og hingað er komið fólk sem að þekkir til málsins af ýmsum hætti. Margrét Valdimarsdóttir er afbrotafræðingur og menntuð í Bandaríkjunum. Já. Í New York sem er náttúrulega ekki Bandaríkin. Svo bjó ég reynda líka í Kaliforníu sem er ekki heldur Bandaríkin. Ekki út frá sjónarhóli Trump allavega. Einmitt. Og Hulda Þórisdóttir sem er stjórnmála sálfræðingur. Er þú menntuð í Bandaríkjunum? Heldur betur. Ég er líka menntuð í ekki Bandaríkjunum, bjó í New York í mörg ár. Já. Bjó líka í Los Angeles eitt ár. En ég líka búið í New Jersey, þannig að það er svona smá það sé kannski ekki alveg. Það er kostur hér. Það er smá alvöru. Gunnur Jónsson, þú ert frumkvöðl, en þú hefur svolítið verið að flytja inn í svona hægri menn inn í þessu umræðu, sem að kannski tengist í þessu máli. Já, svona hægri menn í gamla daga voru með hagfræði meira á heilanum. Já. Og hafa vanrækt alltið svona að fjalla hlutin út frá sálfræðilegum og félagslegum sjónarhóli. Sem þú hefur viljað laga. Já, ég verið að reyna að laga það. Bóði Jordan Peterson og Gat Saad til Íslands til þess að ræða við Íslendinga. Allt svona svakalegi menn. Já, mjög skemmtilegi menn. Og svo er Magnús Helgason, sagnfræðingur, menntaður í Bandaríkjunum. Jú, og í alvöru Bandaríkjunum. Alvöru Bandaríkjunum. Já, í Minnesota. Eins og má sjá á sleggina þar. Herðu. Þeir hétu Bachelor Farmers, norskir landnemar í Minnesota og ég held að þetta sé svolítið svona þannig stjæk sko. Nei, og Minnesota byggum þar í 8 ár. Herðu, má ég kannski byrja hversu mikilvægur er þessi atburður, Margrét? Dauði Charlie Kirk, bara mjög mikilvægur. Ég held þetta sé alltaf verið pólitísk átök lengi og bara saga Bandaríkjanna litu af pólitískum átökum og ofbeldi tengdu því. En ég held að þetta morð sé til þess fallið að auka átökin enn meira, auka ofbeldið enn meira vegna þess að það er þannig að sko þrátt fyrir að svona manndrápstíðni í Bandaríkjunum hafi almennt farið lækkandi að þá er ofbeldi sem er skilgreint sem pólitískt ofbeldi, hatursofbeldi, það sem er ráðist á fólk fyrir hvers trúar það er eða hver það er og innanlands hryðjuverk, ofbeldi svona sem er notað sem mótmæli til þess að auka ótta með almennings að þess konar árásum hefur verið að fjölga mjög mikið og þráttur að allt ofbeldi séu þetta hræðilegt og alvarlegt að þá er þessi tegund svo svakalega skaðleg vegna áhrifana sem hún hefur á samfélagið í kjölfarið. Og við sjáum það bara strax að hvernig svona helstu ráðamenn í Bandaríkjunum tala þessa árás, hver er ábyrgur fyrir henni. Þetta er ekki bara árásamæðurinn sem er ábyrgur fyrir henni, heldur er þetta bara helmingur þjóðarinnar sem er gerður ábyrgur fyrir þessari árás. Þannig að ég held Vinstrimenn, segir Trump. Vinstrimenn. Þannig að ég held að þessi árás muni hafa miklar afleiðingar. Hulda, skiptir máli hver morðingin er? Sko, þegar maður les bandarísku pressuna, þá virðist það ekki skipta neinu máli. Það er bara hver heldur fram sínu mynd. Ég ætlaði akkurat að fara að segja það. Sko, ég raun að vera ætti það náttúrulega að skipta máli. Einhverju máli. Hver væri, hvort að morðingi væri pólitískt mótiveraður eða ekki og þá hvers konar mótivasjón. En það sem við erum að sjá núna, því það eru svona að koma inn smátt og smátt meira upplýsingar morðingjan og það stanga svolítið hressilega á, hann maður er bara alveg vissum að sé vinstri sína fyrir svo, alveg vissum að sé hægri sína og nú aftur bara, þú veist, nei, var þetta transgender, veist, maður veit ekki neitt. Sem er svolítið dæmigert náttúrulega fyrir það sem er í gangi en ég held akkurat eins og þú segir það skiptir á endanum ekkert ægilega miklu máli vegna þess að þú munt trúa því morðingjann sem þú vilt trúa og sama þó að það komi einhvers staðar fram einhvers konar hlutlægar staðreyndir hann þá munu það ekkert endilega skila sér á alla staði þannig að þú munt bara ef þú ert mjög heitur í málinu trúa því sem að þú í rauninni vilt trúa. Þannig ég held að úr þessu, úr því sem komið er, hvernig þetta hefur þróast, að þá skiptir það einhverju máli, en ég held að skipta ekki
öllu máli. En þetta mun kalla á aukið ofbeldi? Það er hætt við því, já, er auðvitað fullera en miðað við viðbröðin sem hafa komið fram og að þá eru þau, sko, já, það er, ef ég ætti að veðja eitthvað, þá myndi ég sannlega veðja á það að þetta kalli á aukið ofbeldi og við sáum sannlega strax í kjölfarið auknar hótanir, þó ég viti nú ekki, kannski viti þið betur en ég hef ekki séð neitt konkrít ofbeldisverk í kjölfarið, en þau geta hafi verið bara mörg og minnaháttar einhvern veginn í kjölfarið, sko. Og einhverja fréttir það að fólk hefur verið rekið sem að hafi ekki sýnt tilíðilega virðingu á samfélagsmiðlum úr opinberum stofnunum? Já, minnst að kosti, já, allavega hóttur að ætta rekaði, kannski er búið inn og það er. Já, jú, það er búið að reka eitthvað fólk, já. Gunnlaugur Jónsson, hver segir þú að sé merking þessa atburðar? Ég er dálítill aðdáandi Charlie Kirk og mér hefur fundist hann nálgast hlutina vel með því að tala við fólk eins og þið gerir hér og þið bjóðu hérna fólki sem er ekki sammála ykkur í samtal og það er nákvæmlega hans nálgun. Hann fór inn á háskóla þar sem mjög margir voru á sammálunum, sett upp borð og byrjaði að spjalla við fólk og var mjög háttvís og hlýlegur og þess vegna eru svona mjög hólar ásakanir það að hann hafi eitthvað verið öfga hægri maður eitthvað svo leys. Það var ekki alltaf, ég fór og skoðaði hans síðu sko, maður var að passa sig að skoða ekki að sem aðri mata honum og mér fannst þetta ekki allt vera háttvíst hjá honum, hann var svona hæðasta fólki sem var að koma. Hann er fastur fyrir, en síðan þegar hann hittir til dæmis fyrir fólk sem að eins og hann er sakaður fordóma gagnvart transfólki og til dæmis kemur transmanneskja til hans og er að spyrja hann ráða og það er eitt myndband sem ég hef séð og það er mjög hlýr í því öllu saman. Bara nýlega kemur transkona og hann stoppar og segir menn hafa spurt mig á hverju demokrata töpuðu kosningunum síðast, það er vegna þín. Já, það er vegna einhver sem hún er að segja. Það er bara stuðningur demokrata við trans hafi grafið undan flokknum. Mér finnst það bara að láta svona eins og uppbyggur. Já, er það ekki lögmætt sjónarmið samt? Hann er kristinn í nálgun sinni og er þannig kærleiksríkur en það fer saman þessi áhersla á kærleikan og sannleikan þar að segja sína skoðun þó að hún sé óþægileg. Kristur reyndi borðum. Já, hann gerði það, hann reyndi borðum víxlarana og hann talaði mjög fast við farisejana og fleiri. Hver er merkingin? Ég held að ég nefnilega bind vonir við það að fólk muni snúast til þess að horfa á þessa aðferð að tala saman og ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýnn. Það er kona sem heitir Anita Wolfe sem var 100 ára í sumar og var tekið viðtal við hann á BBC. Hún hafði lifað af útrýmingabúði nasista en hún kunni á selló og spilaði í hljómsveit Auschwitz. Og hún er beðin sín ráð eftir sína löngu ævi og sína ótrúlega upplifun og hún segir talk to each other before you kill each other. Og það finnst mér að eigi að vera lærdómurinn af þessu og mér finnst ekki skipta öllum máli hver tók þarna í gikkinn, hvort það er vinstri maður eða hægri maður. Ég held að það veri vinstri maður að fréttum og ég held að það verði skýrt hvort viðkomandi það mun koma í ljós en mér finnst það ekki skipta öllum máli vegna þess að einhver svona viðburður er bara ein manneskja af mörgum 100 milljóna sem klikkar eitthvað í hausnum og það segir ekkit það fólk sem er sammála viðkomandi manneskju. Það er fullt af góðu fólki sem er sammála viðkomandi manneskju ýmsa hluti. Það er mögulegt að sjá eitthvað í viðbröðunum eða skoðanakönnum hvort fólk er ánægt með þetta eða ekki og þú getur kannski séð eitthvað þar. Þú er mikil bjartsýnismaður. Já, ég hef ákveðna trú á manninum og núna er boltinn hjá hægrimönnum í Bandaríkjunum. Þeir þurfa að bregðast við með í þessum anda, þessum kærleiksríka anda og setja tjáningafrelsið í forgrunn og ég veit það, menn hafa ekki alveg gert það eins og þú veist að vísa til áðan en það er líka ákveðin mörk á því, þú veist, viltu vera með eitthvað sem er að kenna börnunum þínum sem er að fagna morði ef það gengið svo langt og svo framvegis, þannig að það verður að vera frelsi í það átt líka að fólk ráði hver er að kenna börnunum þeirra. Þannig að já, ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýnn. Magnús, hver er merking þessa aðra? Já, ég veit ekki sko, ég held að það eru margar hliðar á þessu og kannski í fyrsta lagi þá er þetta viðbrögðin, hvað gerist og við tölum ofbeldi
og hvort þetta íti undir pólitískt ofbeldi eða ekki, en sko svo hitt sem augljósara og kannski svona nærtækara spurningin hvort það ítir undir polariseringu og skautun samfélagsins. Og ofbeldið sem við erum að sjá afleiðing af polariseringunni. Einhverju leyti náttúrulega polarisingin líka sem afleiðing af ofbeldinu, en sko það polarisingin sem kemur á undan. Og hvort að morðið á Charlie Kirk leiði til frekara pólitísks ofbeldis eða ekki, og hvort að það sé slæmt eða gott eða hafi engin áhrif sko ein spurning. Hin spurningin hvort það ítir undir sko þessa klofning þjóðarinnar sem ofbeldið birtingmynd af því að sko í svona stærra sögulegu samhengi að þá pólitískt ofbeldi náttúrulega sko samofið sögu Bandaríkjanna. Og Bandaríkjanna hafa gengið í gegnum fjölmargar bylgjur af pólitísku ofbeldi og menn og fólk hefur gripið til ofbeldis sem einhvers konar örþrifaráðs til þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Þetta ekki fyrsta skipti sem það gerist. Sögulega að þá hefur tilhneiggin verið svo að hægrið hefur verið gerandi, skulum við segja, eða svona jaðaröfl á hægrinu hafi verið gerendurnir í þessari sögu frekar en vinstrið. Og The Anti-Defamation League tekur saman tölur yfir pólitísk morð og hryðjuverk á seinustu 15 ára frá 2010 og hvort það voru 461 morð og af þeim sé hægt að flokka 76 sem sko sökudólgarnir eru hægri samtök af einhverju tagi, 4% eru vinstrimenn og þar með taldi bæði anarkistar og svartir þjóðernissinnar. Hitt eru hvítir öfgasinnar, hvítir þjóðernissinnar og þar fram til götunum. 18% eru íslamistar og svo einhver 2% ekki hægt að flokka. Þannig að sko heilt yfir þá sögul og þá hefur það frekar verið sko hægrið sem hefur viljað koma sínu sjónarmiðum að framfæra svona. En, og það tilfellið, það vinstrið hefur líka gert það eða öfl sem hægt að flokka til vinstrisins einhvers staðar á jaðri vinstrisins. Og í þessu sambandi held ég sem ég held að gera eins og þú bendir á sko sem þetta að við sko þóttum við flokkað hryðjuverkamenn eða menn sem beita ofbeldi til þess að koma pólitísku sjónarmiðum sínum á framfæri sem hægri menn eða vinstri menn, að þá þarf það ekki sjálfkrafa að vera áfellisdómur yfir hægrinu eða vinstrinu vegna þess að á endanum þeir sem grípa til svona aðgerða fólk sem eitthvað að hjá því í persónulegu lífi, andlegu sko lífi þeirra eða hvað sem það eðlileg, venjuleg manneskja grípur ekki til ofbeldis til þess að koma sjónarmiðum. En eftir sem áður alveg þekkt að það sagt þess svo að það sem að stjórnmálamann segja og það sem inn í almennu umræðu að við verðum að gæta okkar vegna þess að það eru veikir einstaklingar á meðal okkar sem að grípa svona að þegar að umræðan sveigist til aukinar hörku og dómhörku og afmennskunar andstæðingana að þá köllum við raunverulega yfir okkur ofbeldi. Já, og það sko því að þetta svona stóra samhengið það að bandarísk saga og pólitískt ofbeldi eru samofin. Ef við horfum nær okkur í tíma í þessu samhengi að þá vaksa upp birtast aðra spurningar eins og til dæmis sko ábyrgð og það eitthvað sem menn hafi viljað ræða í Bandaríkjunum núna á seinustu dögum hver ber ábyrgð á þessu og stuðningsmenn Trump sjálfur og margir af aðdáendum Kirk vilja benda eindregið á vinstrið og segja þetta allt saman vinstrinni kenna hvað segir Elon Musk á X hann segir að demókrataflokkurinn eða vinstrið sé flokkur morða hvernig var þetta Já, og sem sko náttúrulega óttalega fáránlegt þegar maður hefur í huga þetta. Það skiptir ekki máli ef að tilgangurinn eða þú ætlar að ná tilteknum tilgangi fram þá skiptir ekki máli hvort að tilefni standi skoðun eða ekki sko. Nei og svo eins og í þessu tilfelli að þá að þessi maður einhvers konar svona furðu öfgahægri maður, gróipur sem dæmi þessum mörgu apakattarlegu hægri hreyfingar sem hafa byrst The Boogaloo Boys menn sem trúa á einhvers konar samfélagsleg endalok og að reyna að kalla eftir þeim að kalla eftir borgarstríð og það það sem ég held að sé að stóra málið þessu það að jú afleiðingarnar munu verða hugsanlega þær að það kyndir undir einhverju pólitísku ofbeldi og við munu sjá meira af því en alvarlegra, það sem alvarlegra það að þetta kyndir undir pólitísku skautun samfélagsins og klofningi þess og það það sem ég held að sé í stóra samhenginu stóra málið og það sem ætti að skipta okkur máli ekki það hvort að einhverjir eru drepnir eða ekki í einhverjum öðrum löndum
heldur það þessi sko almenna polarisering og skautun og klofningur vestrænna samfélaga sem hefur verið eiga sér stað og við þurfum að hafa áhyggjur af því hér, þetta birtingarmynd þess og þetta mun ýta undir hana. Hjartanlega sammála, Magnús, eins og talað út mínum munni, þessi tiltekni atburður algjört smámál í samanburði við skautunin og skautunin náttúrulega eins og við vitum öll orðin svo óbúslega mikil í Bandaríkjunum. Það sem ég finnst svolítið sláandi að sjá núna, þetta svo stórt og svo margt að tala þetta með svo mörgum hætti en ef ég fókusera bara á eitt núna í sambandi við skautunina, hún komin á það stig að það orðin svo rosalega mikil af mennskun að ég bara þetta svona dehumanization, sko, ef að þú ert mér ósámála, ég bara hörð hægri kona og harði vinstri maður, ég sé þig ekki lengur sem fulla mannesku. Þú ert bara illa innrættur og heimskur annarkvort eða bæði og ég næ ekki að finna til fullra samkenndar með þér sem mannesku. Þess vegna sjáum við þessi viðbrögð á netinu yfir, sko, ok, hann var myrtur, þú nærð bara ekki að finna til fullrar samhygðar eða vorkenna honum og hans fólki með sama hætti og mér finnst þetta svolítið svona sláandi hvað þetta kemur í gegn bæði bara sem ég sé hjá hreinlega á mínu eigin persónlega Facebook-feedi og sömulegis náttúrulega ég þetta búin að liggja við fréttum eins og við vantarlega öll hér undanfarna daga. Þannig að það enn ein svona birtingamyndin og þau út komin þangað í þessa afmennskun þá rosalega erfitt að snúa tilbaka. Ég vona sannarlega og þú hefur rétt fyrir þér að þetta verði eitthvað svona wake-up call fyrir marga og ok, förum að reyna að ræða frekar saman og einmitt að heiðra minningu hans með þessu. En það verður aldrei nema lítill eitthvað skonar upplýstur bjartsýnn minnihluti sem gerir það. En það svo erfitt þegar ég bara líti á því sem bara, já. En þessi aðferð hans að mæta líka og hitta fólk augliti til auglits stór hluti af vandanum þessi samfélagsmiðlar og þessi aftenging á milli fólks. Hann náttúrulega aðsprengi samfélagsmiðla þessi maður. Já, hann það, en aðferðin hans samt gengur út á að reyna að samina þetta tvennt og mæta á staði og hitta fólk. Er þetta ekki von þín sem þarna yst á hægrinu að þessi atburður leiði til þess að sjónarmiðin ykkar verði tekin gild við borðið, segjum þessi samlingaborð, vegna þess að ég fór og lasa hann aðeins yfir og mér kom á óvart hvaðan bara ótrúlega undarlegar hugmyndir, sko. Hann hafnar því að það sé rasismi í Bandaríkjunum. Hann hafnar samþykktum á 7. áratugarins til þess að jafna hlut svartra. Hann hafnar því rasismann og hann segir að þetta sé eiginlega þveröfugt. Það séu hvítir sem að standi undir linnulausum árásum svartra og annara í Bandaríkjunum og tekur þar dæmi núna síðasti færslan hans var hnífstungu í lest þar sem að svartur maður stakk hvíta konu. Hann blæs það upp sem dæmi hvað við hvítir í Bandaríkjunum þurfum að þola og hver ógnin okkar Hann er að mótmæla fórnarlambsnarratífi sem búið að vera í gangi, sem búið að halda svörtu fólki mjög mikið niðri, þannig að það ekki hort til þeirra eigin ábyrgðar eða þeirra eigin tækifæra. En það beint hans svona hvítur lukkurittari fjármagnar það bara hvers sem að tala það, við eigum bara að hafa tjáningarfrelsi og vera opin og það sem að tölur til dæmis sína að þetta allt saman rétt, það að segja að það mun algengra ofbeldi svartra gagnvart hvítum heldur en öfugt og miklu algengra miðað við fjölda svartra og fjölda hvítra. Þannig að það allt saman rétt og hann ekki að segja það til þess að ráðast á svarta þvert á móti. Við árásir á hvíta kynstofnum. Já, hann situr í samhengi við þetta fórnarlambs hugarfar sem hann gerir það eins og ég orðaði, ég hlusta á þetta og ég get alveg verið vitni af því sem ég heyrði og sá. Akkurat, sjá til. Það sem gert þegar menn fara í eitthvað skonar mannréttindabrot og stundum ofsóknir að menn reyna að stilla upp einum hópi sem ofsangjanda og hinum sem fórnarlambi og það búið að vera í gangi linnulaust hvað var að svarta og hvíta í Bandaríkjunum og hann að verjast því og það sem verið að leggja upp með því eru mannréttindabrot sem eru búin að vera í þessi stað gagnvart hvítu fólki í Bandaríkjunum til dæmis með svokallaðri jákvæðri mismunun þar sem að hvít fólk fær ekki sömu tækifæri í háskólum heldur en til dæmis svartir og það rasismi sem er slæmur alveg svo hinn rasismin slæmur, allur rasismi er slæmur og hann er á móti því og hann er á mótmæla því og hann vísar til talna þetta. En svo bara eitt atriði í þessu að því að mér finnst þetta svo áhugavert líka sko að því að ég svo Hulda vissi svo sem ekki mikið þennan mann fyrir þetta mál og það hefði síðan svona bregða
við á internetinu og aðeins heyrst fólk eitthvað spjall hann, en svo fór ég eftir morðið og skoðaði svona Facebook og sá sér þetta, það bara heilmargir af mínu Facebook-vinnur sem greinilega hann hefur haft töluveri haft áhrif á sem hafa litið upp til hans og þar sé ég, ég vissi ekkert hann, en þar sé ég ákveðna mynd birtast af svona hlýlegum kristnum fjölskyldufaðir sem að lagði ofur áherslu að eiga samtal eins og þú ert að lýsa og svona rökræða ólíkar hugmyndir að maður gæti mitt átt í samtali við fólk sem að væri ekki sammála í pólitíki og það væri eðlilegt og það væri ekkert að því en maður þyrfti að ræða saman. Og ég svona hugsaði, býtu, hvað koma þá allar þessar áhyggjur af þessum manni en svo fór ég á annan samfélagsmiðl og þar sé ég bara allt aðra mynd birtast sem ég skoði bara hans eigin síðu já, einmitt og nei, ég er að segja bara hún er á langmestu leiti hann að halda predikanir einmitt, það eru rosalega fáir ég hvet bara hlustendur til þess að aðtóða þetta sjálfir og skoða þetta vegna þess að við getum ekki treyst öllu sem okkur er sýnt 100% en mjög fáir munu gera eins og Gunnar Smári að fara og skoða hans eigin síðu. Flestir að sjá eitthvað svona klippur á sínu samfélagsmiðli sem einmitt þessi heimur sem við búum í dag sem svo hættulegur og mér líður stundum eins og við séum í einhverjum svona Black Mirror þætti þar sem við búum í algjörlega ólíkum heimi að mitt algoritmi sér til þess að mín sýn á heiminn bara félagsmótaður af þeim upplýsingum sem ég hef á meðan einhver önnur manneskja fær bara allt aðrar upplýsingar. Við erum ekki að tala saman út frá einhvern veginn sömu. Algoritmar eru mikið mein og þessi stuttu myndbönd eru líka töluvert mein. Það gerir þetta svo flókið og þrátt fyrir að einmitt að saga Bandaríkjanna sé full af pólitískri ólgu og ofbeldi að þá upplifi ég akkúrat vegna samfélagsmiðla sem að við erum bara eyðum mörgu klukkutíma á dag að vera á og fá allar okkar upplýsingar. Vegna þessa að þá þetta líka nýtt. Þessi heimur sem við búum í. Að þetta svona öll þessi upplýsingaóreiða, allar þessar falsfréttir og svona eins og býtu hvernig var maðurinn í raun og veru og líklega ef hann eins og flest fólk þá hefur hann verið alls konar. Þú veist, hann hefur verið, ég sá einmitt eitthvað myndband þar sem hann að öskra á eitthvað úling í salnum, svona missa stjórn á sér, hann hefur líklega verið alls konar. En það bara við eftir því hvernig þú hagar þér á internetinu þá farið meira og meira það svo erfitt að eiga þetta samtal þegar að við komum frá svo ólík, við erum ekki að setja sig í spór annara. Það miklu erfiðara í dag heldur að það var fyrir 50 árum vegna þess að við lifum ólíku lífi. Já, þetta náttúrulega algjör hraðall á svo skautum. Þegar ég hef mitt doktorsnám í NYU árið 2001 þá verið að tala heilmikið verið að tala skautun, hafa áhyggjur á aukinni pólariseringu í bandarískum stjórnmálum. Þetta byrja þá endar ennþá meira verið að tala þetta væri líklega meira skautun hjá elitunni, hjá stjórnmálamönnunum sjálfum, að komi minna til almennings. En Sumir vilja halda því fram að þetta hafi verið að byrjað á 10. áratugnum með því hvernig republikanar hegðuðu sér í þinginu. Þetta byrjar á 10. áratugnum alveg klárlega. Þetta væri eiginlega skautun á ofan að mörgu leyti. Já, það held ég sé engin spurning. Þetta kemur að ofan og akkur ég get alveg tengt við það. En þannig að skautunin, hún á sér lengri sögu en ég er svo hjartalega sammála Margréti að þetta þannig bara samfélagsmiðla að vera algjör hraðall, bara ofur hraðall á þessa skautun og það þarf ekki bara að vera republikan og demokrat í Bandaríkjunum. Mér finnst líka bara sláandi að sjá viðbrögðin hérna heima eins og sonur minn 15 ára í 10. bekk. Ég bara, veist þú eitthvað hver þessi Charlie Kirk er? Hann bara, mamma, auðvitað veit ég hver hann er. Það vita allir í 10. bekk hver hann er. Svo talaði við vinkonum mínar mjög áhugasamar pólitík, margar jafnvel hægra megin í pólitísku tilverunni og hafa atvinna pólitík, jafnvel það bara býttu, ég held ég að við heyrtum hann, hafði ekki hugmynd. Þannig að þetta bara gerast hérna á Íslandi og þá þetta bara aldurstein, kannski kynjatengt, ég ekki alveg viss. Þannig að þessi skautun, talandi að búa í ólíkum veruleika, hefur alveg gríðarlega áhrif. En ef ég tek þetta erindi hans, sem meðal annars það að það sé ekki rasismi í Bandaríkjunum, það sé bara hættulegt að hugsa út frá því, sem hefur verið svona
einhver sátt í Bandaríkjunum að það sé þetta verkefni samfélagsins að bæta fyrir veika stöðu sortra undanfarin áratugi. Erum við á þeirri stöðu að ef það var að samtal í samfélaginu að þá verðum við að bara fara að horfa á ýmsa jákvæðar hluti þrælahaldsins eins og Trump sagði þegar hann vildi bæta sýningu Smithsonians á þrælahaldinu. Hann sagði þetta var allt neikvæð mynd. Já, það er nokkur atriði kannski fyrst þetta með skautunina að stór hluti af þessari skautun kemur ofanfrá og er hluti af mótun bandaríska flokkakerfisins og þar eru svona athafnamenn eins og Newt Gingrich sem beinlínis hafa þetta sem markmið og eitt af stóru stefunum og þemunum í bandaríska stjórnmálasögu núna alveg síðan á 10. áratugnum hefur verið leitað rhinos Republicans in name only og þetta hefur eitt af drifkröftum skautunirinn í Bandaríkjunum er það að það innan á hægri vængnum hefur verið hreyfingi átt af því að kalla eftir meiri flokkslínu samheldni og því að hreinsa flokkin af hægri mönnum sem ekki nógu íhaldsamir og það er þar sem til dæmis þessi grópirar komin og stuðningsmenn Nick Fuentes sem hefur verið mjög uppsigað við Charlie Kirk og þessi morðingi virðist vera einn af þeim ekki það öll kurl eftir að koma til grafar sömu fréttamiðlum, aðrir fréttamiðlar leggja höfuð áherslu á það að hann hafi herbyggisfélagi mann sem vildi skipta kyn. Það var kveikjan ég held að þú getur alveg verið hægri sinnara eða vinstri sinnara hvað nú er og haft kynhneigð sem getur verið svona eða hinsinn. Ég held að við ættum að fara varlega það er eitthvað saman sem Fox og New York Post og fleiri slíkir miðlar. Þetta er höfuð áhersla þeirra í dag. En sú hugmyndafræði sem hann virðist hafa engu síður aðhylst, það er fjarstæðkennt að tala einhverja trans hugmyndafræði og leggja það í jöfnu við vinstri og það að hafa einhverja kynhneigð að leggja það í jöfnu við vinstri. Það sem hann virðist hafa haft við Charlie Kirk aðtuga og þessir grópirar er það því hann sé ekki nógu hægri sinnaður. Og það sem ég vil bara leggja þar áherslu á við þurfum að muna það að það er meira en bara einhvern veginn hægrið og vinstrið heldur líka er það innan hægrisins eru hreyfingar og Charlie Kirk gæti hafa verið einmitt fórnarlamb af þeim hreyfingum frekar en það að þetta sé menningarstríð hægris og vinstris. Það er bara að draga þetta fram. Hitt sem ég vil líka leggja áherslu á og mér held að sé mikilvægt um er það að Charlie Kirk hefur skoðanir og reyna að koma þeim á framfæri og hann talar mikið um það og stuðningsmenn hans hafa viljað benda á það að hann vilja koma þeim á framfæri með lýðræðislegum hætti og sannfæra fólki lýðræðislega samræði sem er að vissuleyti rétt. En annað sem hann verður frægur fyrir er það að halda út í listum yfir háskólaprófessora sem hafa rangar skoðanir og hvetja nemendur til þess að tilkynna slíka prófessora. Og það er partur af því sem þú talar við eigum að hafa ágjörð því hvað er verið að kenna börnunum okkur. Þetta er alveg legitimate, en það er líka, má setja spurningamerki við það, er þetta eðlilegur hluti af lýðræðislegri samræðu að búa til lista yfir þá sem hafa rangar skoðanir og við teljum að sé einhvern veginn þar með óvinir samfélagsins og því að ég held að það... Þetta fólk fær mikil afleiðing að þess að lenda á þessu lista. Fólk getur mist vinnuna og getur verið óbærilegt og það getur verið ógn sem stendur á fjölskyldu þeirra og þeim sjálfum. Og ég held að flest... Hefur það gerst? Flest okkar sem... Af þessum listum hans. Og það er líka flest okkar sem hafa kennt í háskóla höfum kynst í bæði frá vinstri sinnuðu nemyndum og hægri sinnuðu nemyndum og það er það sem ég held að sé stóra málið í þessu er þetta að lýðræðisleg umræða hún er nauðsynleg og Charlie Kirk sem einn þáttakandi í henni við eigum að bera virðingu fyrir því og skoðunum hans, ég að okkur finnist það að vera fjarstæðukendan eins og þú eftir að hafa lesið síðan hans en þegar maður setur sig inn í skoðanaheim manna eins og Charlie Kirk og annar þegar við förum aftur á 10. áratugina þetta byrjar ekki með samfélagsmiðlunum þá er það AM Talk Radio, það eru nýjir hliðarmiðlar sem hafa leikið stórt hlutverk í þessu samfélagsmiðlarnir eru bara framhald af því en það er þetta að ef maður setur sig inn í það sem þeir eru að segja og hlustar á þá að þá er internal coherence í þessu þetta er ekki bara það að menn þarna seti einhverjir vitleysingar að ryðja út úr sér hatri og rugli og geðsi og heldur er þetta hugmyndir og hugmyndaheimur sem er internally coherent þessir menn, þeir hafa þessar skoðanir og við þurfum að takast á við það og takast þessar skoðanir á lýðræðislegum vettvangi þar sem við ræðar það enginn
af sko þáttakendum í þessari umræðu á ekki að bannfæra hann út úr henni, segja að maður sem hefur svona skoðanir eigi aldrei að koma nálægt opinberri stefnumótun, svo að maður vitni í íslensku umræðu núna nýlega. Það er ekki lýðræðislegt. Hins vegar sko það að búa til lista líka það að þessi hefur skoðanir sem Charlie Kirk sekur og það er eitthvað sem ég held að við þurfum að muna núna, er það að þetta er ekki bara hægrið, heldur líka vinstrið hefur gerst segt þetta. Það er það að segja að skoðanir sem eru ólíkar mínum skoðunum eru þess eðlis að þær eiga ekki að fá að heyrast. Má ég aðeins. Háskólar hafa mjög mikið að gera með þessu skautun í Bandaríkjunum og þeir hafa þróast mjög mikið til vinstri á síðustu árum og áratugum. Skoðanakannanir sýna að prófessorar í ákveðnum greinum eru með yfirgnæfandi hætti vinstra megin í bandarískri pólitík og vinstri bandarískri pólitík er náttúrulega ekki það sama og hér, þetta eru demokratar og þannig að það er mjög mikil slagsíða þar og er búin að vera lengi. Skautunin kemur mikið út úr skólanum vegna þess að krakkar koma inn í skólanum og þeir halda náttúrulega, þeir séu að læra sannleikann af sínum kennurum og þeir koma þangað inn og þetta hefur mjög mikil áhrif á þá og auðvitað þeir eru búin að læra eitthvað og komið gráðu í eitthvað og þá viltu trúa því að hún sé verðmæt þannig að hún verður hluti af þinni sjálfsmynd og sér með þessa gráðu þannig að þú hangir aldrei í því sem að þér hefur verið kennt í skóla og Háskólakerfið sem svona innrætingar maskína vinstrisins. Já, bandaríska vinstrisins og það er alveg klárt að þetta og skoðanakannir sýna það mjög skýrt það er minnsti munurinn á milli republikana og demokrata í verkfræði og starffræði en hann er mjög mikil í öllum félagslegum greinum og fleiri republikanar á Wall Street. Já, það er sannlega rétt og þannig að það er mikilvægt að vekja athygli á því nú veit ég ekki, kannski vilja menn endurskoða það að birta lista yfir menn en það er mjög mikilvægt að nemendur séu látni vita því að það er ekki endilega allt heilagur sannleikur sem að þeim er kennt. Það vita nú allir sem að labba inn í kennslustofuna eða ekki. Það er bara innbyggt inn í okkar ótrúlega lítið en síðan langar mig að segja annað með skautununa. Ég held ég að vera þannig þegar ég var 6 ára í tímakennslu. Já, ég hef ekki mikla trú á því að Newt Gingrich hafi haft mikið með þessa skautun að gera. Það sem að gerist er það að mikið til út af þessu í háskólanum þá hefur verið vinstri sveifla á vinstri kantinum í Bandaríkjunum. Það hefur verið smá tilfærsla samkvæmt skoðanakönnunum þar sem að hægri menn hafa orðið aðeins hægri sinnari. En vinstri mennir hafa fæst. Hvað er vinstri á þér? Það er transmál og bara beinlínis rangt sko. Þú ert ekki við efnahagslegt réttlæti, það er ekki að segja í Bandaríkjunum. Já, skilgreiningin er önnur þar heldur en hér. Og menn hafa gert þetta, ég þekki ekki nákvæmlega spurningalistan sem er lagður fyrir en hann er konsistent, hann er svo sami og hann hefur verið lagður fyrir yfir árabil. En er þetta ekki þungunar og giftingasamkynniðra transmál þessum að Bandaríkjamenn kalla alltaf vinstri sko, en passar ekki beint til eflaust að einhverju leyti en það eru samt kannski ekki spurningar sem voru lagðar fyrir uppbrunna þegar þessi spurningalistar voru. Já, við eigum alltaf ekki alveg í sama menningarstríð og Bandaríkjamenn. Nei, það er áhört sko, ég er ekki kannski alveg tilbúin til að skella skuldina polariseringu svona á háskólana því eins og þú nefnir að þá eru aðrar valdamiklar stofnanir í Bandaríkjunum sem væri þá líka eru mjög hægri settar eins og kirkjurnar og eitthvað svoleiðis en enga síður er þetta náttúrulega rétt sem hún segir með að þeir eru yfirgnæfandi liberal, demokratar í flestum greinum. Sko líka ritskoðun tæknifyrirtækjana, hún er öll búin að vera á annan veginn síðustu árin. Já, það sem að hægri menn hafa verið ritskoðaðir. Það er ekki reynslu okkar sko, við hérna á samstöðinni, við settur hattur á okkur á Facebook sko, því við vorum flokkuð með einhverju svona óæskilegum skoðunum. En það sem ég ætla að segja sem þessi gerist líka, ég er að tala almennt talað. Það sem gerist líka er sko þessi, sko að því það er annars vegar polarisering og hins vegar það sem kallast sorting og það er bara flokkun og fólk fer að flytja, þú veist, ég verandi mjög liberal, ég get ekki hugsað mér að búa í Kansas, ég get bara hugsað mér að búa á Ströndum. Ég get ekki hugsað mér að gera hitt og þetta og það gerist líka. Hægra sinna fólk hættir til dæmis að hafa áhuga að fara inn í akademíuna og það hættir að sækja stöður í akademíunni. Þannig að þetta verður svona hringur sem að þetta nær ákveðnum. Þú færð ekki framgang í akademíunni. Mögulega ekki, mögulega sækist heldur aldrei að því, mögulega líka kollegum þínum ekki við því, ég skal ekki segja, en veist, þetta er bæði í gangi, þessi sko polarisering og þessi flokkun, hvernig við röðum okkur. Ég meina eðlilega, því ef þú er bara mjög hægri sinnuð þá langar
langar það ekkert að vera þarna inni, af því þetta er ekki fólk sem að nefnum sér bara þvímun hérna meira tilbúin í að vera alltaf einn á móti. Þannig að þegar það nærð ákveðnum hérna, hvað er það nú íslensku tipping point, að þá verður þetta erfitt, sko, þá bara hraðast á maskinu. Það að vera ósamála í sjálfu sér ekki slæmt. Það er harka í umræðinni, það er skortur á skilningi á milli fólks og það er skortur á því að fólk sé að tala saman í kærleika. Og það er vandamálið við það sem við köllum polarisering. Má ég að spyrja því hvort að það sé svo ólíkt því sem áður var, því að þú varst að búa til svona leik áðan að þú verið hægri mannskja og ég vinstri mannskja. Og ég hugsaði á meðan að þú varst að segja að þetta hefði getað verið samtal frá 1960, þar sem að ég væri í sósíalistaflokknum eða Alþýðubandalaginu, þetta var orðið til þá, í verkalýðsbaráttu og þú hefðir haldið fram að það væri bara rugl í mér, ég væri ekkert að berjast fyrir verkalýðin eða bætt kjör verkalýðsins, ég væri handbendi Sovétmanna og það var bara afmennskunin var alveg að fullu þá. Já, ég held sko það sé, ef við komum núna aftur í íslenska veruleika sem ég náttúrulega þekki betur 1960 heldur en kannski þann bandaríska að það er ekki eins og við höfum alltaf bara haldist í hendur og sungið kumbaya hérna í pólitíkinu og hún var mjög hörð þegar á tímum kaldastríðsins og afstæðandi veru hersins og allt það og okkur í NATO. Fólk fekk ekki starf og ekki lán og ekki stöðuhækkun og fleira því að það var ekki í rétta flokknum. Já, þannig að ég held sko að það er sannarlega ekki nýtt en kannski þessi sko sortering er ný og við sjáum líka rannsóknir í Bandaríkjunum en við skoðum bara það að við sjáum að það er aukin polarisering. Hún er ekki eins mikil og fólk heldur. Það sýna rannsóknir í félagslegri sálfræði trekk að ég stórlega ofmet hversu ólíkar skoðanir fólk á hinum vagnum hefur með við mig. Í Bandaríkjunum? Já, í Bandaríkjunum. Og þegar það er skoðað í raun og veru þá eru við sammála fleira en ég held. Þannig að það er bara staðfest aftur og aftur og aftur. En á sama tíma er það samt líka að gerast að það eru fleiri sem eru consistently mjög hægri sinnaðir eða mjög vinstri sinnaðir. Það er meiri skautun í gangi og við sjáum tölur frá Pew sem er svona hlutlaus mjög virt rannsóknarstofnun. En hinn er kannski ekki vettvanginn, getur það verið? Þeir sem eru í miðjunni, þú ert að tala þeir eru hávarari og fleiri. Fá miklu meiri athygli. Miklu meiri athygli, þannig að það er svona umræðan eins og er hér, þar sem við erum bara að tala þvert yfir allt saman. En það er bara ekki sami vettvangurinn eins og Nei, og þú leggur náttúrulega kannski ekki í umræðina. Við vitum náttúrulega, sko, við hérna sem erum búið í Bandaríkjum, við vitum líka Bandaríkjumenn tala bara oft alls ekkert pólitík bara til að halda friðin. Og hérna það er bara, þú talar ekki pólitík, þú talar ekki pening og talar ekki trú. Þú veist, þannig að þetta er náttúrulega líka mjög sterkt í Bandaríkjunum til þess að halda friðin. En þannig að ég held að, en sko, það má ekki gleyma að það er tvennt í gangi hérna sem ég er að segja aftur. Það er þessi polarisering og það er þessi sortering. Að fólk er mögulega í auknum mæli og það eru rannsóknir sem sýna það að velja hvað það býr, hvað það gerir út frá pólitískum skoðunum. Ég til dæmis get sagt, sko, sonur minn sem þá var 12 ára eða eitthvað svo leiðis, hann var mjög snöggkliftur að fara í klippingu og nánast bara alveg snóðaður. Þá voru bandaríski vinir mínir í heimsókn og þeir bara, sonurinn bara komið með republikana klippingu. Bara, Já, það er allt orðið polariserað. Þá eru bara, þau eru frá Kaliforníu, það eru liberlar strákarnir með svolítið svona sítt hár, svona surferhár, strákur svona, þetta er republikanastrákur. Þannig að það er allt orðið pólitískt og polariserað og sorterað. Það er hengt á mann bara heilt jólatrí af skoðunum, ef maður gefur upp skoðun í ykkur einu, þá er alltaf til að maður sé bara í liðinu. Já, og komið yfir í klippingu á barninu. Ég held sko, þetta, það er alveg sko klárt mál að það hefur verið meiri svona radikalisering á hægri vagnum en á vinstri vagnum. Frá hægri vagnum hins vegar að þá sjá menn radikalisering á vinstri vagnum og ég held að eitt af því sem er mikilvægt að við gerum núna er það að viðurkenna það að það er það líka og Bandaríkjamenn þurfa að gera það líka er það að sjá semst að skoðanir á vinstri vagnum sem vinstri menn upplifa sem skilur eðlilegar og náttúrulegar og semst að þær eru radikal í augum þeim sem eru ósammála þeim. Stóra atriði í þessu, það er það sem heldur að tala hérna, er þessi sko self-sortering og polarisering. Að partur af því, og það er það sem er sko, það er alvarlega málið, það er ekki bara erum við ósammála. Þú ert hægri manneskja og ég er vinstri maður og þess vegna erum við ósammála. Heldur, þú ert beinlínis vondur maður. Skoðanir þínar eru vondar. Og markmið þitt er að grafa undan samfélagum. Þetta, þegar skoðanakannir í Bandaríkjunum eru skoðaðar, að þá sést það að hlutfall þeirra Bandaríkjamanna sem hafa jákvæða mynd
af pólitískum andstæðingunum sín með þess að það er að segja fólki sem í hinum flokknum hefur aldamótin að þá er það það bil 20-30% hafa jákvæða mynd og ágangurinn hefur hlutlausa eða neikvæða mynd einhver leyti. Í dag eru þeir sem hafa jákvæða mynd af pólitískum andstæðingum sem komnir undir 10% og það er í báðum flokkunum og þeir sem hafa beinlínis mjög neikvæða mynd af pólitískum andstæðingum sinni, það er komið yfir 50% í báðum flokkunum. Í demókrataflokknum minnum og ég þá er það 54 eitthvað svoleiðis og í repúblikaflokknum 64. Og þá ertu byrjað að trúa því að við komandi hún gangi bara illt til. Já, og svo kemur það, að gangi beinlínis illt til, ekki bara þá að neikvæða sko, það gangi beinlínis illt til það hlutvall að það er komið við þriðjung. Og það er sem sko ég held að og það er það sem við þurfum að hafa áhyggjur af hérna, það er það og þar koma einmitt svona listar eins og yfir prófessorar sem eru að grafa undan bandarískum gildum eru að hættilu sem er svona McCarthyískt move er það að sko upplifa það að við getum setið hérna við þetta borð og haft skoðanir sem okkur finnst hvort öðru vera fjarstæðukenndur og fáránlegar og bara telum að stangist á við allt en að geta einhverja síður sko litið svo ok, þú hefur þessu skoðun og þú mátt hafa það, við skulum ræða það saman en ég ætla ekki þar með að líta svo á að þú sért vondur maður og óvinnur minn og þetta er eitthvað sem að sér síðan sko á bara íslensku umræðinu líka. Má ég segja frá einum besta manni sem ég hef kynst hefur sko einhver ekki sömu skoðunur og ég útlendingamálum að séð illt fólk. Það er komið ný regla, þú mátt segja það ef það er vinstri maður. Já, afi minn var formaður sósíalistafélags Reykjavíkur sennilega í kringum 1960 sem þú varst að tala og hann er eitthvað besti maður sem ég hef kynst alveg einstakur maður, svo góður maður í öllum persónulegum samskiptum á sama tíma og ef ég hefði síðan utanfrá, hann vildi reka Arnór Hannibalsson og sósíalistafélaginu fyrir að tala illum Stalín þú veist, og þannig að og mér finnst það vond skoðun að hafa vilja reka Arnór á þeim tíma en ég verða að aðgreina þetta eins og þú segir. Kannski líka eru við ykkur vandræði með svona manngildishugmyndina annarkvort eru þetta englar eða djöflar og við erum ekki geta gengið með þá hugmyndum að við séum hvort ekki í senn og allt þar á milli sko. Við erum það. En mér langar samt að spyrja eitt á Margrét, þú mátt skjóta inn ef þú vilt koma en það er sambandi við rasismann sem að þegar maður er að skoða þessa umræðu í Bandaríkjunum að sumu leyti gætið maður alveg séð fyrir sér að þetta væri fyrst og fremst viðbrögð við auknum réttindum svartra og þarna væri að verið að virkja hvíta þjóðurnis stefnu og það er ekki vandi að sjá það í ysta hægrinu að það er bara verið að veifa bæði suðuríkjafánanum og hakakrossunum og guðmönd og hverju ekki að þetta sé raunverulega allt tengt því alveg frá Make American Great Again sem að raunverulega þýði það að við skulum færa Bandaríkin þangað til að við höfum yfirburða stöðu í bandarísku samfélagi. Við ætlum að brjóta niður háskólakerfið sem hefur innleitt alls konar hugmyndir félagslegt óréttlæti og fleira og við ætlum að ná aftur völdum og það er bara lygi sem er verið að segja okkur að við erum einhverja skuld gagnvart svörtum og hvernig við höfum misnota þá í gegnum tíðina og aukast á þeim að við verum bara að snúa frá þessu og hafna þessu öllu. Að raunverulega sé kannski drifkrafturinn á bakvið þetta bara rasismi. Þessa uppvakningu ysta hægrisins. Já, það ég spyr að því að við höfum kannski ekki sömu sögu heima, þannig að hvernig getum við skilið þennan hita sem er í Bandaríkjunum? Nei, ég held að við skiljum hann ekki alveg, af því að rasismin sem er hluti af þessu er við tengjum ekki eins miklu leiti við hann og ég heyrði bara síðast í samtali í gæra að einn af þessu vandræðum sem væri að sem Bandaríkjamenn væri að kljást við í dag væri vegna þess að vinstri vildi ekki viðurkenna afbrot svartra að þau vildi ekki setja svart fólk í fangelsi sem auðvitað bara og þú veist það er enn þannig í dag að fangelsin eru full af svörtu fólki auðvitað og svo með en ég held að einmitt þessi saga Bandaríkjanna, þessi kynþáttarasismi er stór hluti að þessu er ég eiginlega alveg vissum sko. Mikið þessu orðræðu er raunverulega vísun í það sem að við kannski heima erum svolítið blind fyrir og við heyrum ekki alltaf hundaflutið. Nei, einmitt. Ég held að þetta sé ákveðin svona vænisýki að halda að allt sé hundaflaut. Eins og ég sagði áðan þá er mjög margt viðbrögð við rasisma á hinvegin þar sem að menn neyðast til þess að færa þau rök
og til dæmis í máli, hún heitir Irina Sarutska, var það ekki, sem var myrt í lest núna og var stórmál út af í Bandaríkjunum. Þar dæmi mann, vilja þeir meina, og ég ætla ekki að halda því fram að ég þekki sannleikann í málinu, en það sem þeir að segja að þetta er maður sem á grundvelli þess að margir, dómskerfið hefur undirlagt undir þessar félagslegu réttlætis hugmyndir og grundvelli þeirra hefur fleira fólki verið sleppt og honum hefur verið sleppt 14 sinnum þessum manni, maður sem að margir telja hefði átt að vera í fangelsi fremur en að vera veitt þetta tækifæri að fremja hann. En er þetta ekki dásamleg tákmynd fyrir þann hóp sem er þá rasískur, að hann er svartur maður að drepa hvíta konu og eiginlega allt erindi mitt ef ég væri Charlie Kirk er það að ég ætla að venda konurnar fyrir árás annarra viðbragð. Nei, þú verður að horfa á formálan í málinu. Allar óeirðirnar sem hafa átt sér stað í Bandaríkjunum þegar tiltekni svarti menn, George Floyd og fleiri hafa látist eins og í átökum við lögreglu. Sem að Charlie Kirk sagði að vera skítell. Já, hann verðist að vera það. Þetta var maður sem hélt byssu á óléttri konu og verðist hafa verið mjög óvandaður maður. En þú veist... En skiptir það einhverju máli? Hvort það George Floyd var óvandaður? Nei, hann var bara að segja að hann hefði sagt að hann væri skítell. Við getum sett surt okkur, menn er Charlie Kirk, skilur, jú, hann er faðir og allt þetta, svo hefur hann alls konar skoðinni, en það á ekki að skipta neinu anskotans máli. Ég er heldur ekki að tala um það. Er George Floyd góður maður eða slæfmaður? Hann er myrtur af lögreglunni og það er óumdeilanlegt. Eins og Charlie Kirk er myrtur þarna af einhverju vitleysingi, það er óumdeilanlegt. Það er vandamáli. Morðið ekki innrætt til Charlie Kirk eða George Floyd. Akkurat, ekki spurning. En það sem að gerist er að bara til þess að slökkva á þessari vænisíki hvert hundaflautum að þetta kemur eftir slík tilvik þar sem að hafa orðið miklar óeirðir, það hafa orðið mikið læti, þetta hafa orðið mjög einhliða, fjölmiðlaumfjöllun hefur verið mjög mikil í þeim tilvikum og menn að benda á tvískinnungin sem felst í því að fjalla eingöngu það á þann veg á meðan tölur sína að ofbeldi svartra gegn hvítum eru miklu meiri heldur en hvítra gegn svörtum, þú skorar það sem hlutfall af svörtum og hlutfall af hvítum og þannig að miklu algengara og þannig að sagan narratífið er búið að vera rangt og búin að vera áróður í gangi. Þetta er samanlega Charlie Kirk að þetta sé eiginlega að hvíti kynslóðin sé under attack. Það er samt engin saga búin að vera í gangi að hvítir sé að drepa svarta. Ég hef aldrei, það er engin narratíva, það hefur verið í samhengi við lögregluna. Ég skoða nákvæmlega þessa, akkurat lögregluna. Já, en það er líka bara ástæða fyrir narratív. Ég skoða þær vel og ég þekki þetta. Og þannig að þær tölur með þeim hætti að það er ekki meira gagnvart svörtumönnum heldur en hvítumönnum miðað við fjölda glæpa sem að, ég bara skoða þetta vel og ég farið yfir þetta og það er bara sagt en aftur úr því að það er ágreiningur hér þá hvet ég alla sem er að fylgjast með þessu að rannsaka þetta sjálfir. Algjörlega. Og þannig að það er verið að svara þessu. Síðan er það þannig að það var og voru svona það hefur verið gert mjög mikið í þessari sömu vænisíki að taka upp svona litla jaðarhópa sem eru rasískir og þeir eru til í Bandaríkjunum og gera sem mest úr þeim. En af hverju kallar skoðanir andstæðinga þinna vænisíki? Er það ekki svolítið á skjön við það sem þú halda fram hérna? Já, vegna þess að það er ekki á skjön við það sem ég halda fram. Vegna þess að það sem hefur gerst er það að það er mjög oft sem að hægrimenn er að tala eins og Charlie Kirk, þið sjá fréttirnar hann þegar hann er myrtur. Það verður að tala að hann sé til dæmis á ensku white supremacist og slíkir hlutir sem er algjörlega fjarstæðukendar hugmyndir og ég þekki mannin vel og ég veit alveg og ég veit að þegar þú ert að segja að þetta eru rasistar og það er vandamálið. Ég þekki mitt eigin hjarta og minn eigin hug og ég veit að ég er ekki rasisti og ég veit að Charlie Kirk studdi svarta menn mjög mikið og það er til dæmi þá aftur hvetji fólk til þess að leita sér beinna heimilda. Ég held kannski það er alveg algjörlega klárt mál að vænisíki og samsæriskenningamakeri er jafnsam og við bandarískum stjórnmálum og ofbeldið og er mjög fyrirferð mikið og við finnum vænisíkina og samsæriskenningamakeri á báðum bóa og hitt sem þannig við stígum eitt stíg og síðan aftur tilbaka það er klárt mál það þessi söguskoðun
sem þú ert að lýsa hérna, hún eitthvað sem við þurfum að taka alvarlega og bandaríska hægrið... Hvaða söguskoðun? Já, það að fórnarlömb ofbeldisins og gerendur ofbeldisins, að það vinstri hafi það öfugt. Og þannig að hægri í Bandaríkjunum til þess hefur vilja benda á Black Lives Matter mótmælin sem sambærilegan atburð ef ekki alvarlegri en árásin á þinghúsið 7. janúar 2021. Og það það sem ég held að við þurfum að gera okkur grein fyrir það að pólitískir andstæðingar okkar, fólk sem hefur aðra skoðanir við pólitískt, að það hefur internally coherent heimssýn. Og vinstrið hefur haft tilhneigingu í Bandaríkjunum og víðar á Vesturlöndum til þess að afskrifa mikið af pólitískri sín og heimsmynd hægrisins sem samsæriskenningar og rugl og svo vitað mikið af þeirri heimsinn náttúrulega samsæriskenningar og rugl sem eins og það og það það á báðum megin línunnar þannig að báðar hliðar geta bent á það. Og í dósunni bara? Já, en ég vil segja annað hérna, varðandi rasismann og tala um það og því að það alveg klart mál að menningarstríðin eru einhvers konar framhald af borgarastríðinu og menningarstríðin þá borgarastríðið í kalda stríðsfasa eða einhverju leyti og það það sem við óttumst núna í kjölfarið á morðinu á Charlie Kirk það að þetta kalda stríð það verði síðan að heitu stríði og það sem hreyfingar eins og The Boogaloo Boys og The Groypers eru að láta sér dreymum það að kalla fram The Boogaloo sem sem sagt og þeir fara aftar, þeir tala um framhald af bandarísku byltingunni að hún þurfi að vera lifandi og halda áfram. Já, en það, en það bandaríska byltingin og borgarastríðið í báðum tilfellum verið að takast á og að því að rasismi partur af því, en grundvallar spurningin það hvers konar þjóð eru Bandaríkin og það eitthvað sem við Íslendingar og allir Vesturlandabúar núna standa frammi fyrir eru spurningar það hvers konar þjóð erum við og svo hvort að það Íslendingar, Bandaríkjamenn, Bretar eða annað og að því að borgarastríðis spurningin snýst aldrei mikið um þetta getur þú orðið Bandaríkjamaður með pennastriki og það the Emancipation Proclamation sem gott dæmi, það executive order, það forsetatilskipun með forsetatilskipun að þá stór hluti af íbúum landsins eru gerðir að jafn réttháum Bandaríkjamönnum og þeir sem höfðu verið þarna og töldu sig vera hina sönnu Bandaríkjamenn og þessi spurning lifir ennþá með fólki og fólki ennþá að takast á erum við hvítir, kristnir Bandaríkjamenn, hinir sönnu Bandaríkjamenn og hinir sem öðruvís á litin en við að hafa önnu trúarbröða við að hafa komið aðeins setna. Ég held að þeir líta ekki svona á þetta sjálfur Ég má vitna í námskeiði sem ég var hjá Charlie Kirk að þá segir hann til dæmis að það sé alveg ófært að það sé kínversk kona sem gengin 8 mánuði á leið komið til Bandaríkjanna og eignist barni þar og það fái bandarískan ríkisborgararétt, það sé bara frálegt. Þannig að hann tekur alveg undir þetta sem hann að benda. Þú ætlar að skjóta inn í því, kannski eru búin að fara svo langt. Já, ég ætla að segja bara fyrir lifandi slöngu í rauninni bara sem viðbragð við spurningar til Margrétar með rasismann og þetta. Það er hugmyndin eiginlega hvort að við sem horfum á þetta héðan verðum að hafa eitthvað í huga sem okkur ekki tamt. Já, það sem að mér langar að koma inn á með það með rasismann í Bandaríkjunum. Þau náttúrulega akkurat það sem Magnús var að segja líka. Þetta allar götur frá bara borgarastríðinu. Það sem að það sem að ákveðin tókstreita innan Bandaríkjanna sem hefur ekki horfið og það sem gerist núna þegar fólk þú veist, þegar ákveðin störf voru að hverfa og það fólk var ekki að hafa eins gott að áttu vona og þú varst að horfa á misrétti og svo frá þá leitar að blóraböggli og það bara alþekkt, scapegoat, leitar að blóraböggli og í Bandaríkjunum verða blórabögglinir ákveðin samfélagshópur, mjög mikið svartir og bla. Hérna á Íslandi yrðu blórabögglarnir einhverjir aðrir. Þannig ég held þetta er samtvinnað. Innflytjendur og hælisleitendur eins og bara notað í íslenskum stjórnmálum í dag. Akkurat, en í Bandaríkjunum með sína sögu svarta, þá eru þeir miklu nærtækari blórabögglar. Það ekki endælega að því þeir eru svo rosalega miklu rasistar. Þetta bara innbyggt í okkur. Við þurfum að leita einhverjum skýringum og það fer vantarlega eftir hvar út í sveit settur, hvernig út uppalinn hverjir þínar skoðanir eru, hverju þú sérð sem blórabögglana. Hann heitir Richard Spencer sem hægri öfgamaður í Bandaríkjunum og hann stemdi mönnum saman í svona rasíska samkomu þar sem að menn ætlaðu að koma víða að úr Bandaríkjunum fyrir nokkrum árum síðan. Ég man ekki hvar hún var, hvort hún var í Washington og það var mikið talað um þetta í aðdragandanum þannig að allir rasista Bandaríkjanna vissu af þessu. Það mættu 200 manns. Svipa leyti var Bróni ráðstefna sem að Bróni sem sagt kallmaður sem hefur mikinn áhuga á
My Little Pony og þar voru 3000 manns. Það er ekki mjög stór hópur og ef þið hugsið ykkur sem hlutfall af mannfjölda, þá er þetta jafn mikið sem mættu á samkomu Spencers og ef hluti af mannesku hefði mætt á Íslandi. Og þannig að þetta segir mjög lítið og síðan eru þessi hlutir teknir og þeim er ruglað saman. Fólk sem rasistar. Gunnlaugur sem að tekur. Þessi eini fundur, þetta ekki of lítið dæmi? Nei, ég er að segja að þetta var stórt mál. Við sjáum bara stóra göngur, hvítra þjóðverðnissinna í Bandaríkjunum. Síðan er einhverja göngur sem eru teknar og síðan er gert mikið úr því og síðan er, sem sagt, menn íkja skoðanir þeirra og menn eru að varpa einhverjum skoðunum og menn og eins og mér finnst þú verið að gera, þú ert að segja menn séu rasistar sem eru það ekki og auðvitað getur þú séð rasista í hverju horni en þarna var dæmi einhvern sem var rasisti. Rasismi var hluti af þessari hreyfingu. Hann er sára lítill hluti af hægrinu ef við köllum það í Bandaríkjunum, mjög lítill. Hérna sem hafa búið í Bandaríkjunum sömurlítið verið að benda á það að þetta er framhald af borgarastyrjaldinni. Það sem að repúblikanar segja er að það voru demokratar sem að vildu þrælahald á sínum tíma og það voru repúblikanar sem að afnámu það og narratífið sem að hefur verið hjá meðal vinstrimanna í Bandaríkjunum er að þeir hafi skipt skoðun og demokrataflokkurinn hafi orðið sem sagt meiri frelsisflokkur heldur en repúblikanir og meðan repúblikanir vilja meina að þetta sé öfugt demokratarnir séu að halda svörtum mönnum í viðjum þeir að nýta þá fremur en að nýta þá á bómullarplantegrunni eru þeir að nýta þá á nýrri pólitískri plantegru sem það sem er halda þeim í fórnarlamsvitund fremur en í þakklætisvitund þetta er pólitísk orðræða en ekki greining það er verið að gera þeim upp skoðanir og þeir eru ekki með neitt skárri hérna við borðið heldur en mig til þess að rétta það aðeins af svo þeir geti fengið að segja sína rödd. Svo finnst mér segja sína skoðun. Þetta er áhugavert er ég vinstri eða hægri? Fyrir flesta, ég held að þið vitið ekkert hvernig ég hef kosið í síðustu kosningum en bara það að vera háskólamanneskja að þá nægir það til þess að ég er flokkuð eins og þú varst að tala sem í ákveðin hóp vinstrimanna og þar að leiðandi er ekkert að marka það sem ég hef að segja en mér langaði bara að koma kannski vill Gunnlaugur bara vera einn á móti öllum kannski, bara svona einslaga því að þetta er svo áhugavert að því að í þessu andrúmslofti sem er í dag er að ákveðnir svona pólitíska öfl hafa auðvitað komið sér hafa búið til svo gagnlegt andrúmsloft er að öll gagnrýni, allt sem kemur frá fjölmiðlum, allt sem kemur úr vísindum, allt sem kemur úr svona það er ekkert það er ekkert að marka það en bara þetta með að því að ég þekki það svo vel þetta var svona doktorsverkefni mitt út í Bandaríkjunum að skoða svona kynþáttamiða löggæslu og hef haldið áfram svona að safna mér upplýsingum og fara yfir bestu rannsóknir á því sviði. Það er rétt eins og Gunnlaugur bendir á fyrir margar ástæður að almennt er svart fólk í Bandaríkjunum hlutfallslega líklegra til að brjóta af sér til þess að beita ofbeldi heldur en hvít en það er staða þeirra gjör ólík svona heilt yfir heldur en hvítra en þegar við erum að tala að hvítir að beita svarta eða svartir að beita hvíta að þá hefur engin umræða snúist það að öðru leyti þá er ég að tala svona innan akademíu eða frá einhverju sem myndi flokkast undir sem að hefðbundni fjölmiðlar eða demokrata eða vinstrisinnara að nema í samhengi við lögregluofbeldi og þá er það þannig að hvort sem þú skoðar þegar þú ert að skoða svona bestu rannsóknir, þú ert að skoða svipaða einstaklinga þrátt fyrir að þegar það er tekið tillit til að svartir brjóti frekar af sér að þá þarf minna til þess að svartir séu stöðværa lögreglu, handteknir á lögreglu, það er beitt meira valdi gegn svörtum íbúum Bandaríkjanna og þeir eru líklegir til að vera skotnir á lögreglu. Óháð hegðun. Þetta er bara það sem rannsóknir sína. Þetta var ekki það sem það er rannsóknir síndu sem ég skoðiði á sín tíma. Þú var kannski lista hjá Margréti. Já, endilega og síðan hveti fólk til þess að skoða þetta sjálft og venna það rannsóknir nákvæmlega. Mér langar aðeins að skipta gír og spyrja heldur að þessi morðið í Bandaríkjunum hafi áhrif á íslensk stjórnmál eða íslensk samfélag?
Já, ég vona það, sko aftur að bara jákvæðinni sem kom fram hjá Gunnlaugi í upphæðu, þá vona ég að það muni leiða til þess að við fyrir að tala meira saman og sjá hvað þetta getur í raun að veru skapa mikla hættu þessi skautun, að við förum að taka því alvarlega, við þurfum að bera virðingu fyrir sjónarhornin fólki sem okkur ósammála, að því að það alveg svona vísbendingar það í íslensku samfélagi að sko við erum með ákveðin gildi, þú beitir ekki ofbeldi, þú uppnefnir ekki fólk, þú alls konar svona hver við erum sem manneskjur, en leið og viðkomandi hefur rangar skoðanir, að þá fer þetta allt út gluggan og þá máttu gera hvað sem og það mér finnst það of algengt og það ekkert endilega í vinstri eða hægri, það bara hérna á báða bóa finnst mér, ég hugsa stundum það hvernig var talað Bjarna Benediktsson þegar hann var, ég meina fólk sem auðvitað fullt af fólki ósammála honum og taldi hann spiltan á einhvern hátt, en hvernig var talað hann var náttúrulega hluti af þessu að því leyfist að ganga langt út fyrir hefðbundi mörk í mannlegum samskiptum. Hvernig fannst þér Bjarni talaði fólki sem var á Austurvelli að krefjast fjölskyldusameiningar að bjarga sínum ættum frá þjóðarmorði? Algjörlega að sama skapi, það fannst mér líka vera til þess fallið að kynda undir ákveðna svona skautun og eitthvað sem væri ekki gott fyrir íslenskt samfélag og þannig að mér bara alveg sama hvaðan þetta að koma. Ég held að það sé mikilvægast af öllu að við munum, við höfum ákveðin gildi sem manneskjur og það skiptir engu máli ef við ætlum að vera ákveðin að hafa ákveðna samskiptareglur í heiðri að þá eiga þær við alltaf, líka fólki sem okkur ósammála. Þú vilt ekki að óvild sé breytingarafl? Nei, það mun ekki enda vel. Hvað segir þú? Já, það kom mér á óvart hvað þetta morð hafði mikil áhrif hérna heima og hvað bara samfélagsmiðla voru fullir af þessu, fjölmiðlar fullir af þessu, þetta var fyrsta frétt og RÚV daginn eftir. Mér finnst það gott fréttamata því að þetta stórfrétt. Já, en það kom mér þetta varð stórfrétt. En það kom mér á óvart hvað voru margir sem voru vildu tjási þetta á samfélagsmiðlum. Já, það kom mér á óvart hvað þetta skiptir miklu máli hér og það segir okkur kannski hvers konar rosaleg neysla hér á Íslandi á bandarískri stjórnmálafréttum og umræðu. Þannig að því leyti hefur þetta áhrif, hefur þetta langvarandi áhrif aflengi. Já, ég held að það sem að gerast í Bandaríkjunum mögulega að hafa meiri áhrif hérna heima núna, það gert fyrir tíma samfélagsmiðla til að segja það augljósa. En það sem ég held að hafi líka kannski haft áhrif hér og var undirliggjandi og var að sjálfsögðu oft fært í orð, það voru náttúrulega nýlegi viðburðir eftir Kastljósviðtal það sem að þau Snorri Másson og hún Þorbjörg voru að takast á og öll lætun eftirmálun eftir það. Þannig ég held að fólk hafi svona það voru svolítið að spegla okkur í þeim viðburði og hvernig svo speglum fór fram var eftir hvort varst hægra eða vinstra megin í pólitíkin. Þannig að ég vona að þetta gefa okkur tilefni til þess að staldra við og segja, ok, við viljum ekki fara þangað. Við viljum ekki vera með svona, við viljum gera þetta aðeins betur. Og þú veist, ég veit ekki, það eru þetta lang flesti þar og við megum ekki gleyma því. Við erum mörg, kannski vilja sumir gera þetta betur, aðrir vilja gera þetta vel. Sko, þeir sem við sjáum oft og tala hæst á samfélagsmiðlum þeir eru mestu kjaftaskarnir, hafa hæst og eru með mestu lætin og ljótustu orðin og það er 2%, 1% þjóðarinnar eða eitthvað, við megum náttúrulega ekki gleyma því heldur. Það eru líka bottar. Þú veist, við sáum að það var færsla Snorri Másson sett inn færslu núna á X til að votta samúð Charlie Kirk. Fyrsta færslan þar fyrir neðan var þú ert næstur, þegar maður smelt á þá færslu það var augljóst að það var botti, það var ekki alveg, líklega ekki alveg manneskja þar að baki, þannig að það er svo líka allt það komið hérna inn í sem að það eru margir sem vilja kynda undir lætin, en ég held að yfirgnæfandi meirihluti fólks vil það ekki og við megum ekki gleymi að það sem hærist hæst í að það er ekki endilega meirihutin. Gunnlaugur, hvað áhrif hefur þetta á íslensk stjórnmál? Það er erfitt að segja og ég er ekki viss að áhrifin séu þau sömu hér og þar vegna að Ísland svo ólíkt Bandaríkjunum. Ég vona bara að við förum að hlusta betur á hvert annað. Við förum að koma fram af meiri háttvísi hvert við annað. Við verum vakandi fyrir því að þessir samfélagsmiðlar eru að heila þó okkur sko og við erum í bergmálshellum. Og við þurfum að leggja okkur fram að skilja sjónarmið annara og við höfum að láta
og þetta eru mínar skoðanir sem ég er að segja. Þannig að ég vil tala í von. Ég vil tala sem sagt það sem ég vona að verði fremur en að spá, verðin sem ég held að við getum mótað þessa framtíð. Þannig að og ég er sjálfur að vinna í ákveðinni tæknilausn, þar sem ég er að reyna að fá fólk til þess að tala betur saman á kurteisan hátt og virða hvert annað. Magnús, áhrif á íslensk stjórnmál? Já, ég veit ekki, sko, það eins og þú veist, þá vil ég vera bjartsýnn, bæði Bandaríkin og samfélagið almennt, sko, og framtíð þess. En við erum sammála það og ég, sem sagt, en sko, eitt sem stendur upp til samtal okkar sem mér fannst á tíma að vera hlægilega bjartsýnn þróun Bandaríkjanna. Mér hefur fundist öll samtöl mín við höfuðborðið enda á því að ég hefur gagnrýndur fyrir að vera of bjartsýnn á Bandaríkjunum og framtíð þeirra. En sem sagt, sko, ég held að það er augljóst af Morðan og Körk að menningarstríðin eru, þessi bandarísku stjórnmál er eitthvað sem Íslendingar hafa mikinn áhuga á og það verið talað það á undanförnum vikum að sem verið að flytja inn menningarstríð frá Bandaríkjunum og það að vissuleyti það alveg hárrétt og þar þeir sem bera ábyrgð á þeim innflutningi ekki bara Snorri Másson og hægrið heldur vinstrið sömuleiðis og þannig að við höfum verið að flytja inn menningarstríð þannig að viðbrögðin í Bandaríkjunum við munum einhver leiti flytja þau inn líka. Sko, en undir þessu hins vegar það að það er eftirspurn eftir þessari orðræðu og það er þegar að eitthvað nær fjöldafylgi þá það vegna að það er eftirspurn eftir og ástæðin fyrir að við erum að flytja inn menningarstríðsumræðuna frá Bandaríkjunum það svarar einhver eftirspurn innanlands fyrir þessa tegunda umræðu og einhver leiti það bara hefur skemmtigildi og fólk að neita bandarísku menningarstríðina því að þau eru spennandi og áhugaverð en að einhver leiti líka að þá þau hafa einhverja skírskotun í eitthvað sem að gerast hér og stóra atriði sem hefur skírskotun í það sem að gerast hér það ekki almennilegt samkomulag það hvers konar þjóð við erum, eða hvers konar samfélag við erum. Það undirstöðunar undir þessu samkomulagi hafa verið að málna bæði hér og í Bandaríkjunum og það þarf að búa til einhvert nýtt narratíf það. Eitt af því ástæðan fyrir því að Charlie Kirk verður og nær því sem árangur sem hann nær það að hann setur fram einhvers konar svör við þessum spurningum og vinstrið í Bandaríkjunum hefur ekki getað gert það almennilega. Þessi svör við þessum spurningum í Bandaríkjunum og annars staðar á Vesturlöndum eru margskonar og Morðið á Körk virðist benda til þess að átök á ysta jaðri hægrisins það hver þessi svör eigi að vera þau séu að knýja fram atburði eins og þetta. En punktur minn kannski þá þessi er sá að þegar við erum að horfa fram á veginn núna hér á Íslandi og hvað áhrif þetta hafa, að þá ætti þetta að vera, við eigum að hlusta á hvort annað, við eigum að hætta að láta eins og ef þú hefur skoðanir sem eru ósamrýmanlegar mínum og lítur svo einhverju hópar sem standi mér nærri hjarta séu einhvern veginn uppspretta allar vandamála, ég þar með bannfæri þig og þetta er eitthvað sem við erum að gera stöðugt á samfélagsmiðlum við sem Íslendingar og maður þarf ekki að eyða löngum tíma á Facebook til þess að sjá fólk gera þetta. Við þurfum að hætta þessu en við þurfum líka og það það sem ég held að sé mikilvæg verkefni okkar það að við þurfum að búa til einhvers konar eða ná einhvers samkomulagi eða í það minnst að reyna að eiga samræðu það hvers konar samfélag við erum þar sem rými fyrir skoðanir eins og skoðanir Snorra Mássonar og Charlie Kirk og ég lít svo á eða þær séu gangi of langt á þessu en eru þær illar. Hann hefur neikvæðar skoðanir á innflytjendum eða útlendingum, hann rasisti og af þessu hann nasisti? Nei, við þurfum þótt að ég hafi einhverja skoðun á skoðunum þínum að þá ættum við að geta búið saman í samfélagi og við höfum lýðræði til þess að komast að niðurstöðu það hvernig það síðan mótast og bæði sjónarmiðin eiga að geta haft sæti við borðið og það var eitthvað sem kom í kjölfar umræðina og Kastljós viðtalsins var það að menn eins og Snorri Másson ættu ekki að koma að stefnumótun. Það er fjarstæða. Í lýðræðissamfélagi þá ekki hægt að bannfæra skoðanir með þessum hætti. Hver á þá að sitja í þeirri dómnefnd hvaða skoðanir eru boðlegar og hverjar ekki. Eini dómarinn það eru kjósendur í kosningum. Það er mjög kláðu þetta. Og markaðst ekki hugmyndina almennt en ekki... Snorri var nú gagnrýndur bara fyrir hvernig hann talaði máli sínu og talaði yfir fólk og við erum ekki að leggja það til að við höfum það við borðið.
Nei, en skoðanir hans. Fólk verður að geta átt í samræðu. Það var náttúrulega tvennt í gangi þarna, það var bæði framgang hans og skoðan, en það áhugavert, og ert að reyna að slíta þættinum? Það skal ég. Nei, bara eins og í sambandi við þetta, að tala saman og allt það, sko, það eins og hafi aðeins verið að gerast hérna á Íslandi, að verið að gera kannanur við fjölmiðlanefndar og svona, og spurt hvort fólk orðið vart við, sko, rangfærslur og hatursáróður og svo leiðis. Það pínulítið eins og við séum aðeins, sko, farin að rugla saman, blanda saman því, sko, sem við erum ósamala og því sem við teljum bara rangfærslu og hatursáróður. Og þannig að það þarf að vinda ofan að þessu. Við þurfum að halda því til haga hvað er skoðanaágreiningur og hvað eru rangfærslur. Nákvæmlega í því samhengi líka, sko, því að það er umræðið það er vaxandi hatursorðræða og vaxandi heift í bandarískum umræðum. Eða hvað er sem á bak við hatursorðræðina? Jú, til dæmis eru það mótmæli gegn Ísrael er antisemitismi og fer inn í slíkar tölur. Þannig að þegar það eru birta tölur fjölda haturshópar sem að dreifa hatursorðræðu á hérna í háskólum, að þá eru hópar sem að gagnrýna framfyrir ískalsum stjórnmál þar í flokki. Við höfum verið að sko stór útgerðin á Íslandi sem að kvartaði fyrir hatursumræðu gegn sér. Margrét, Hulda, Gunnlaugur og Magnús, kæra þakki fyrir að koma. Þetta er mjög áhugavert samtal. Ég myndi gjarna vilja bara fá okkur sem oftast að ræða þessi mál. Mjög áhugavert. Kæra þakkir. Við ætlum að hafa örstuð hérna og ég vona að Sigurjón bróðir minn sé hérna frammi, þannig að við ætlum að reyna að enda þáttinn hér eftir örskamma stund. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is